Í kvöld ætlum við bara að fara yfir svona helstu atriði sem eru sem sagt framundan í félagsstarfinu. En núna á fimmtudaginn þá rennur út frestur til að bjóða sig fram til setu á deildarfundi sauðfjárbænda. En deildarfundir búgreinanna innan bændasamtakanna þeir eru í lok febrúar, sem sagt fimmtudag og föstudag, 27. og 28. febrúar. Og hjá okkur sauðfjárbændum og kúabændum þarf að bjóða sig fram til setu á deildarfundi og fresturinn til þess, hann rennur út sem sagt núna á fimmtudaginn og síðan eru kosningar og þær standa yfir í næstu viku í 2 sólarhringa frá 15. til 17. janúar og fulltrúalistinn mun síðan liggja fyrir í vikunni þar á eftir. En síðan er frestur til þess að senda inn mál á deildarfund, hann rennur út fimmtudaginn 30. janúar og nefndarstarf sem við mun fara fram í gegnum Teams og mun eiga sér síðan stað frá 7. til 20. febrúar. En þegar semst fulltrúalisti liggur fyrir þá mun stjórn deildarinnar ákveða hvaða nefndir munu starfa og raða fólki í nefndir og leggja upp með að nefndastarfið hefjist síðan 7. febrúar. Deildarfundirnir eru síðan þarna í lok febrúar og þarna búnaðarþing er svo 20. og 21. mars. Og það sem skiptir öllu máli núna þar sem að talsvert styttri tími á milli deildarfunda búgreina og búnaðarþings, það er að í þarna öllu nefndastarfinu og ályktun deildarfundar þá séu tillögurnar mjög skýrar og það liggi bara alveg skýrt fyrir hvað að tillögur eiga að fara beint til stjórnar bændasamtakanna, hverjar eiga að fara beint inn á búnaðarþing og hverjar eiga að fara til stjórnar deildarinnar til úrlausnar. Hérna er aðeins stærra letur á svona tímalínunni sem er framundan og það sem að ég vil bara hvetja ykkur til að gera líka ágætu félagsmenn og bændur, það er að hittast og það má nota gömlu félögin heima í héraði eða einhverja aðra hópa og menn komi saman núna á næstu dögum og vikum og setjast niður yfir hvaða mál þeir vilja að séu tekin til umfjöllunar og menn þarna komi málunum þannig inn á fund því að málin verða alltaf sterkar og þau eru yfirleitt betur unnin ef það er búið að ræða þau eitthvað í minni hópum fyrst. En á deildarfundunum eiga sæti 53 fulltrúar og við erum með nokkrar kjördeildir og fjöldi fulltrúa á hverja kjördeild hann er óbreyttur síðan í fyrra. Að í Borgfirðingar eiga 5 fulltrúa, Snæfellingar 2, Dalamenn 3, Vestfirðingar 2, Strandamenn 3, Vestur-Húnvetningar 3, Austur-Húnvetningar 4, Skagfirðingar 4, Eyfirðingar 3, Suður-Þingeyingar 4, Norður-Þingeyingar 3, Vopnfirðingar 1, Héraðsbúar 4 og Félags-sauðfjárbænda á Suðurfjörðum á 1 fulltrúa, Austur-Skaftfellingar 2, Vestur-Skaftfellingar 2 og Rangárvallasýsla á 3 fulltrúa og Árnessýsla á 4 fulltrúa. En ég ætla síðan aðeins að fara yfir nokkur svona helstu verkefnum kannski bændasamtakanna á síðasta ári og áður en við förum þarna afsakið. Já, ég var að fá hérna skilaboð að það væri eitthvað ólag á mínum síðum en það er líka tengill inn á fundinn í tölvupósturinn sem var sendur alla félagsmenn síðasta föstudag. Þannig að ef það er einhverjir að heyra í ykkur upp og að reyna að komast inn á fundinn. En ef við förum síðan í helstu verkefni bændasamtakanna á árinu 2024 ég vil byrja á því að fara yfir sem sagt mínar síður sem að þarna er liður í því að bæta upplýsingagjöf til félagsmanna bændasamtakanna og þarna er sem sagt komin bara upplýsing félagsaðild
Það síðan unnið að því sem að verður þá til umfjöllunar á búnaðarþingi núna að reyna að finna út nýja nálgun við útreikningum á félagsgjöldum og þá yrði veltan áætluð út frá framleiðslutölum. Þannig að þegar kemur að sauðfé þá verður vonandi hægt að nýta þau kerfi þar sem að eins og forðagæsluskýrslur að við fáum heimild til að sækja þau gögn fyrir þá hvern og einn félagsmann og bara úr opinberum tölum. Og það síðan bara deildarinnar að ákveða hver veltan á bak við hverja kind og hún myndar síðan grunninn í veltu þegar kemur útreikningi á félagsgjöldum. Aðgengi félagsmanna, það svolítið verið að stýra aðgengi félagsmanna að efni. Inn á mínu síðum eru fundargerðir, það eru tilkynningar. Þarna inn er komin fréttaveita sem að sækir í raun og veru allar fréttir sem að snúa að landbúnaði. Það ennþá kannski verið að vinna að því að fínstilla hana þannig að það sé þá eingöngu landbúnaðartengdar þarna fréttir sem að rati þar inn. Og það er þó nokkuð af hugmyndum sem að hafa komið fram varðandi frekari þróun á mínum síðum. Og það meðal annars ætlunin að auka aðgengi að ýmsum tölulegum upplýsingum og koma með einhvert fagefni þarna inn fyrir félagsmenn. En svo eru bændasamtökin líka bara opin fyrir því að heyra bara frá félagsmennum hvað þau vilja sjá inn á mínum síðum. Eitt af þeim verkefnum sem að verið að vinna að og þarna var afgreitt á síðasta búnaðarþingi, það verið að endurskoða samþykktir bændasamtakanna. Og það að þarna störfum laganefnd sem að þarna hefur það að markmiði að deildarfundir búgreina og búnaðarþing verði einn og sami viðburðurinn. Þessari laganefnd stýrir Steinþór Logi Arnarsson, en ásamt honum sitja í hópnum Unnsteinn Snorri, Ásta Pétursdóttir á Hrannastöðum og Jón Helgi á Þórustöðum í Eyjafirði. Þessi nefnd mun skila af sér fyrir búnaðarþing og þarna markmið eins og ég sagði áðan að gera deildarfund og búnaðarþing að einum viðburði. Þar eitt hlutur sem það þarf að ræða og útfæra hvernig á að vera, hver á fjöldi fulltrúa að vera. Ef það eru sömu fulltrúar á deildarfundi og búnaðarþingi, þá þarf einhvers staðar að skera niður. Núna í dag eru 180 manns að sækja deildarfundina, meðan það eru 47 sem sækja búnaðarþing. Þetta krefst þess náttúrulega líka, það þarf að vera meiri undirbúningsvinna í aðdraganda funda og mögulega sitt hvort nefndastarfið, annars vegar nefndastarf fyrir deildarfund og hins vegar þarna nefndastarf fyrir búnaðarþing. Og mögulega þurfum við líka að taka til umræðu hvernig við þarna erum að álykta hvort að deildirnar og stjórn bændasamtakanna taki meira við málum beint frá þarna deildunum og hlutverk búnaðarþings verði meira svona sameiningartáknið og heildarverkefni bændasamtakanna. Eitt af því sem hefur verið rætt í þessari vinnu er að til dæmis að nýta mínar síður til þess að vera meira með samráðs og þar inni geti verið einhvers konar samráðsgátt þarna bændasamtakanna. En allt þetta gert til þess að þarna auka samtalið við ykkur bændur og þá sem eru út í feltinu, því að starf bændasamtakanna það verður alltaf að byggjast frá þarna grunninum sem út í héruðum og eru starfandi bændur og upp til þeirra sem að starfa þarna gegna trúnaðarstörfum fyrir bændasamtökin og starfa á skrifstofu. Þegar öðruvísi virkar það ekki, það virkar ekki frá þarna toppi og niður úr. Eins og okkur öllum kunnugt þarna var árið 2024 ekkert sérstakt og það var víða kal og það var víða afurðatjón vegna þarna kuldakassins. Það var mikið kal víða norðanvert landið og þar tryggðu stjórnvöld auka fjármagn til Bjargráðasjóðs til að mæta tjóninu og það var fyrirframgreiðsla á bótum sem var greidd í ágúst síðastliðnum og það unnið að því við best vitum núna að loka uppgjöri á vegum sjóðsins en það var skráð tjón á 81 búi. En
Hretið í byrjun júní og svo kalt sumar í framhaldinu með fáum sólarstundum olli síðan bara búsifjum víða land og strax í byrjun júní var viðbragðshópur stjórnvalda, bændasamtakanna, ráðgjafarmiðstöðvarinnar og almannavarna virkjaður. Í kjölfar hans var síðan stofnaður vinnuhópur matvælaráðuneytisins, bændasamtakanna og ráðgjafarmiðstöðvarinnar til að skrá umfang tjónsins og á vegum þess hóps þá var heildartjón áætlað 1.000 milljónir og 1.375 búum. En síðan starfshópur á vegum matvælaráðherra sem var skipaður til að fara yfir þetta heildartjón og gera tillögur útfærslu og umfang stuðningsaðgerða. Og það sem sagt á verksviði forsætis, matvæla, fjármála og efnahagsráðuneytis. Eða atvinnuvegaráðuneytis eins og það heitir núna. Og það áætlað að sá hópur ljúki störfum síðar í þessum mánuði. Og á búnaðarþingi fyrra var eins fjallað loftslagsmál og það hefur verið unnið að loftslagsvegvísi bænda sem að hann er unninn á grundvelli ályktunar frá búnaðarþingi og hann er byggður upp í kringum stefnumörk stjórnvalda meðan aðgerðaáætlun í loftslagsmálum með áherslu á fæðuöryggi, matvælaöryggi og sjálfbæran rekstur. Hann líka grunnforsendur árangurs í þessum loftslagsvegvísi, hann byggir á rannsóknum og nýsköpum og það má með því móta nýja leiðir sem hafa ekki för með sér neikvæð áhrif á fæðuöryggi, matvælaöryggi og sjálfbærni. Og aðgerðir í landbúnaði þær verða að byggja á áreiðanlegum gögnum og greiningum sem eru undirstaða umhverfisbókhalds og árangurs. Og öflugur ráðgjöf síðan grundvöllur breiðrar þátttöku og þess að hægt sé að hraða innleiðingu með árangursríkum loftslagsaðgerðum. Og þessi loftslagsvegvísir hann hefur verið í kynningu og er til umræðu meðal bænda. Það þarf síðan að kynna hann fyrir stjórnvöldum, fyrirtækjum og neytendum og innleiða aðgerðir hans þannig að við setjum mælanlegur árangur á þeim aðgerðum sem áráðast í. En miðað við bara verkefni eins og loftslagsmálin eins og sett upp núna þá bein losun sem að tengist landbúnaðinum og hann ber ábyrgð á. Hann var árið 2022 680.000 kolefnisígildistonn. Á sama tíma eins og kemur fram þarna á myndinni er losun vegna notkunar sem landbúnaðurinn getur haft áhrif á. Hann er 7.743 kolefnisígildistonn. En þess ber þá að geta að þarna er rosalega mikið af ef og kannski og hefði og ýmsum forsendum sem að þarf að fara betur yfir varðandi það hver losun vegna landnotkunar er. Það liggur fyrir að núverandi búvörusamningar þeir gilda út árið 2026. Það er út næsta ár. Það eru 23 mánuðir til stefnu. Og á árinu 2024 þá var farin á stað vinna við að undirbúa gerð nýrra búvörusamninga. En svo var svona pólitísk óvissa sem að hefur tafið undirbúningin að því en það var byrjað að undirbúa þessar viðræður í ráðuneytið og komið kannski svona uppkast af því hvernig þær viðræður ættu að ganga en þegar skömmu eftir að það var búið að ræða það þá urðu stjórnarslit. En það hefur nú þegar verið óskað eftir samtal við nýja ríkisstjórn fyrirkomulag samningaviðræðna. Það ríkir óvissa hverjar áherslur stjórnvalda verða og miðað við umræður þeirra flokka sem eru núna í ríkisstjórn þá má gera ráð fyrir breyttum áherslum stjórnvalda hvað varðar fyrirkomulag einhverja stuðnings og greiðslna og jafnvel varðandi tollvernd. En það sem skiptir hins vegar öllu máli er það að á komandi deildarfundum þá álykti menn það hver samningsmarkmið bænda eiga að vera, hver eiga samningsmarkmið sauðfjárbænda að vera í endurskoðun búvörusamninga þau gera nýrra búvörusamninga fyrir sauðfé og svo þarf náttúrulega líka að horfa til kannski annar atriða sem að snerta landbúnaðinn í heild sinni og þar á ég kannski við atriði sem snúa að nýliðun eða einhverjum öðrum atriðum sem geta stutt við landbúnað.
En nú bara fer að verða opið fyrir umræður það efni sem ég er búinn að fara yfir, en næstu fundir þeir verða í þarna eftir viku. Þá ætlum við að fjalla kannski meira deildina og afdrif tillagna frá síðasta deildarfundi, fara yfir verkefni fagráðs og Ístaks og ullagreiðslumálið, mögulega Icelandic Lamb, og svo á síðasta fundinum fjölluðum við kannski meira afkomu greinarinnar og hagtölur og bara fleiri mál sem því tengjast. En þarna enda þetta síðan á einni glæru sem er svo að einhverjir vita að þarna Félag sauðfjárbænda Suður-Þingeyjarsýslu þeir ætla að standa fyrir árshátíð sauðfjárbænda laugardaginn 12. apríl næstkomandi á Húsavík, og jafnframt hefur verið ákveðið að þarna föstudaginn 11. apríl þá verði fagfundur sauðfjárræktarinnar haldinn á Húsavík. Og svona til gamans þá lét ég gervigreindina búa til í dag mynd af árshátíð sauðfjárbænda á Húsavík og þetta er afraksturinn. Er ekki viss að þetta séu íslenskar kindur á myndin, en bændurnir eru nokkuð íslenskir og mögulega má koma upp sirkustjald í apríl, en ég veit ekki hver tilgangurinn á að vera. En Unnsteinn, þú mátt slökkva þá bara á upptöku og þannig við opnum bara fyrir umræður.